Frigg sáka, þróun okkar úr leðju í sólarljós, vitni alls sem er. Frigg sáka hlín, prýja, fensalir sökkvabekkur. Himinn, krabbi, karka, kanser, fjórða merki. Ekkert loðir við blöð vatnaliljunar, en hún á sér rætur í leðjunni. Fensaladís, pamkatja, fætt í leðju, pamka er fen, prýja, svo sem er dáð, elskuð virt, sarvadrís, alsjáandi, sarvadarsín. Alsjáandi og allstáðar virt og dáð, hún er vitni alls sem er. Visvapúja, prýja, þú sem dyrkuð ert og elskuð allan heim. Og hér er ljóðið til séra Matthías, árvarsalda Íslands byggðar. Vaknaði fold sem fagni óði, fimbulfríð fensaladís. Vaknaði fjallkona, fest sig hafði ungum, ógn rökkum, ímun þjóðum. Glóðu sólgeislum, guðarúnir, sungu ljósálfar, svöruðu landvættir. Talið er að syn okkar sé í raun Frigg, táknar að vera hið tærasta. Allar og hver og ein eru gyðjurnar gyðjan mikla. Án hennar, eða þeirra, rötum við ekki í hinn gullaugaða glasi. Glasir er þeirra gullna heima innan okkar og þeirra birta leiðir okkur í glasi. Við þurfum að þróast til algjörs tærleika á einhverju okkar æfinu og helst nú. Verða grugglausir menn, einherjar. Öll guðin vísa í eindina, allt er eitt, eind er allt. Hvert eitt er öll heildin. Við skulum samt ekki grípa neitt eitt út úr samhengi. Við eigum guð sem við vín eitt unir í glaðheimum vitundar. Það er allstaðar og stendur fyrir flæðið sem allstaðar er. Ekkert er annað en glaðheimar, þar eigum við heima. Við eigum Frigg, alheims kærleikan, sem leiðir okkur gegnum sitt eða okkar þróunarferli úr leðjunni í sólina. Þótt gaman sé fyrir litla manngrísi í leðjunni þurfa þeir að vita að valhöll Óðins Friggjar er ekki alveg hér. Komið upp í sólina þar sem blómkrónan er. Karka er krabbi, þýðir líka hvítur, góður, göfugur, fagur. Hjarta sem tilfinningar ekki endilega líffæri sjálft, en Mahalaxmi gyðja er einmitt hjartað. Hún gefur gnótt. Gullið sem hún gefur er nærandi flæði í okkur. Sjá Dr. Tony Nader, Human Physiology. Karka, krabbi, kanser, sökkvabekkur, fensalir á við tilfinningar allra lifandi vera. Karka er líka hvítur fóli, göfugur. Bekkur er lækur, hér er flæði, lífsflæði gyðjunar miklu. Fensalir hennar í himinsjá táknar sjálfstraust, þægindi í lífinu, móðurina og föðurlandið okkar. Gyðjan veitir alls nægtir, leiðir okkur. Gyðjan er okkur ætíð hliðholl, hverjum og einu einasta manni. Hlín er svo sem við getum hallað okkur að og treyst, sama orðið og enska to lean. Frigg spannar ferlið okkar, rætur okkar og ferlið upp í birtuna miklu, gyðjuna sól uppljómun. Vitundarþroska okkar, ferlið í glasi, hennar heima. Þar til við verðum altær, uppljómuð, einherjar og ekkert loðir við okkur. Svo margir menn vita ekki að til er eitthvað sem heitir andleg þróun, vitundarþroski. Í alvöru að losna, frelsast úr viðjum, fjötrum efnisheims. Við tölum þróun í fortíð fram til þessa nú sem við erum svo kátt með. Maðurinn hefur þróast svo og svo mikið á svo og svo mörgum árum. Hann hlýtur að hafa þroskast heilmikið það. Menn vita eftir vill ekki að til eru myrkaraldir og aldir uppljómunar. Þó þekkja menn gróttasöng, þar var gullhringur á krossgötum, eða kross í gullhring. Hann beið eiganda síns, þar ríkti fróðafriður. Aldir koma og aldir fara, myrkaraldir fá menn til að gleyma hinu háleita.
Þeir telja jafnvel að það hafi aldrei verið til fyrir en þeir fundu það upp. Gná og fulla, eskimeyjar friggjar, færa okkur allt sem við þörnumst, meira segja óumbeðið. Gjafirnar eru kærleikur iðgunóur, fölskvalaus sem ætlast ekki til neins tilbaka. Fulla, eskimær, dregur nafn sitt af púrna, fylgd, gná, sanskrit gna, þristinn, þrungin, þyrjar loft og lög, himin vitt á hóvarpni. Dísir, dís á sanskrit dís, eigum við margar og yndislegar. Á myrkum öldum gleymum við að rætur asksins draga saman upp í lífið. Mangi veit, þar að segja engin veit, hve djúpar þær eru. Mennirnir þekki ekki til hlítar brunnana 3. Manntrén hafa líka rætur. Þegar maður horfir á blómkrónu gefur auga leið að hún á sér einhvers staðar rætur. En við sjáum ekki mými, mistum sjónar á honum. Og hvað varð af mjölni okkar? Í augum einherjana, í augum hugins og munins, gruggur og synd helber ósvinna, algjör óþverju og algjör óþarfi. Synd segir að við getum losnað við alla synd með því iðulega sóast. Ægir býður okkur heim, þar losnar maðurinn við grugg og synd og stress. Óðinn býður upp á vín sitt, flæði vitundar í glaðheimum, tærleika okkar. Frigg býður okkar, hún hinn virta og dáða og hún verndar okkur. Hlín hún, þá sú sem við getum hallað okkur að. Í Valhöllu ægifagurt útsýni og þetta allt ókeypis maður. Menn verða vell auðugir og geta hætt að vinna. En mennirnir eiga það til að muna ekki til hvers þeir að fæðast og lifa og það mjög slæm blinda stöðnunar. Lenda í rútsípan litlu hamingjana sem hverfular og eiga sér sorgað spegilmynd á systur. Lentum við í þoku? Þetta uppsafnað Fenrisúlfs fóður? Engin áttaviti? Og í hvaða átt ferðinni heitið? Hvaða ferð? Erum við ekki bara hér? Kunnum við að nýsast niður? Niður hvað? Ekki helvítið þarna niðri? Svo okkur sagt. Gyðjan sói í felum frá okkur séð. Engin uppljómun, Frigg týnd. Ó, þar fór í verra. En alltaf koma uppljómaði menn, alvöru uppljómaðir, ekki aðeins einhverjir lottarar. Þeir segja okkur að við séum búin að gleyma einhverju. Við hlustum og finnum út að þetta alveg rétt hjá þeim. Því í þeli niðri vitum við að mýmir veit og man hver við erum í raun. Og að gyðjurnar bíða eftir okkur með sinni móðurlegu hæglátu alheims ást. Kærleikanum sem allir uppljómaður menn þekkja af eigin raun. Þeir, þessir uppljómaðu, segja okkur að við séum ginnungagabb tær vitund. Við hlustum og reynum að muna allt sem þeir segja. Við erum ekki þetta veraldlega, við aðeins hugsum það. Með því að nýsast niður öðlast menn ástgyðjana, meðbyr náttúrlögmálna. Þetta hagnýtt, þetta það eina eftirsóknarverðast af öllu. Við reynum að vera voða og góð. Þetta ferli eftir Lao Tse. Því hann sagði okkur að við værum voða og góð. Ættum að vera góð. Eða var það ekki það sem hann sagði? Jú, nei. Það sem ekki skilst að allt slíkt kemur af sjálfu sér þegar við erum tær. Annað að rembast. Menn reyna að lifa samkvæmt orðunum en eru ekki tærir. Einherji lifir altæru lífi. Hann sér að allir eru ginnungagabb, ekkert annað Svo áfram með ferlið eftir Lao Tse. Við þurfum að fá úr því skorið hvað hann sagði. Þá kemur einhver sem segist vita sannleikan. Við hugsum, vá maður hvað hann klár þessi. Hann greinlega getur útskýrt þetta allt saman. Hann býr til kerfi, stofnun, valdastofnun og segir að þetta hafi góðu maðurinn viljað. Hann gefur frat í gyðjuna og allar hennan frið. Það sé nú bara bull og ekki raunhæft. Píp kvenna gerir þær að undirmáls skapnaði. Hann segir okkur að hann viti hvað hinn, þessi góði, hafi sagt. Nú skulum við bara fara og sýna það í verki, einmitt það, segir hann, sem ég að segja ykkur að fara að gera, það að hyggja á landvinninga í nafni hans, sem sagði þetta og hitt, það hans vilji. Og það gerum við, sjáum ekki að við sjáum ekki. Þegar allt að fara til andskotans, þegar myrkur og blinda myrkara alda gersamlega blinda alla menn,
kemur á ný uppljómaður maður og bendir okkur á villur okkar vega. Sannleikurinn getur lagst í þyrnirósadvala, í helju, verk hafar. Menn geta verið stungnir svefnþorni, en sannleikurinn getur ekki dáið. Valhöll býður alltaf okkar allra, til þessa fæðumst við. Príja, elskuð, dáð, dyrkuð, stofn breman, brema, brem, og prí, umvefjandi kærleikur. Príja í karlkyni þýðir sá sem elskaður, elskaður maður, eigin maður. Víf, íslensk orði víf, samstofna, þýðir gyðjan holdiklædd, stúlka. Einnig stofn fornensku, frí, freo, wife. En vegna aldalangrar innprentunar Rómaveldisins, þar sem gyðja ekki leyfð, hún gerðað undirgefinni stúlku sem hlýðir karlkyns ein guði búin til að patriarkinu. Aðeins svo þjónar sem fyrirmynd. Eru í þessu margar konur flæktar. Norrænar nútímakonur sjá ekki hversu heilaþvegnar þær af Rómaveldis gyðju fyrirmyndinni. En norrænir kven guðfræðingar fatta, segja patriarki vera undirrót alls ills og höfuð synd. Þessi einguð eigi að vera kvenkyns, vinkona, príam krí. Konan eins og móðir náttúra, hefur þamþol en springur loks með hamförum ef strítir gegn náttúrulögmálunum. Kúaðar konur verða kvenrembu giltur, fara hamförum, snúast í rámhverfu sína sem afsprengi minnumáttakendar, afleiðingar kúunar. Við erum Óðinn og við eigum gyðjuna. Gyðjan lýsir allt. Hún í okkur öllum. Þannig hún eign okkar allra, ekki í þeim skilningi að kona sé eign karls í hjónabandi. Þurfa konur að brjótast fyrir frelsi. Innprentun og kúur gert þær ófrjálsar og grimmar. Hinn guðlega móðir frelsi. Hennar tími 9 nætur sem engin raunverulega mældur tími. Gyðjurnar fylla lífið gnægð og gnótt. Lesið þessa stórkostlegu bók Human Physiology eftir Dr. Tony Nader. Peningar Laxmi í okkur nærandi. Hið kvenlega eðli andstæða stríðs og haturs, andstæða mannfyrirlitningar sem kendi HÍ, andstæða þjáningar og grimdar. Kúaðar konur patriarkisins æða í rámhverfu sína. Gyðjan og gyðjan holdiklædd, konan, veita ástin voldug og hún veit að ást á völdum eigingirni mannana, hættuleg heiminum. Hún ekki dúkka, ekki puntu frú. Henni verður ekki stjórnað. Til þess hún of mikil. Konan þarf að vita þetta. Við þurfum ekki að glutra þekkingunni niður. Þurfum ekki að afbaka orð þeirra sem sögðu sannleikan. Hver maður sannleikurinn? Menningararfurinn segir okkur að til hókus pókus sem heitir að hanga á vingameiði í 9 nætur sem hvorki tími né rúm. Geiri undaður sem flæði víns valföðurs til okkar í okkur. Jesú breytir vatni, höfuðskeppnu flæðis, í vín, flæði vitundar. Að nýsa niður nema fimbulrúnir falla aftur þaðan sem eðlilegt þessu streituloss ferli, ærlegu tærleikabaði í ægi. Nú á tímum eigum við tækni sem Maurice færði okkur fyrir áratugum síðan. 100 rannsókna nútímavísindamanna hafa leitt í ljós að hún virkar. Þetta vitundarvísindi, hinn æðstu vísindi ævaforn og ung. Ginnungagap kyrð endalaust dýpis, kyrð og kraftur í senn og við það. Ættum ekki að lifa í yfirborðsöldum og gunnadansinum eingöngu. Við skulum endurheimta menningun okkar í sinni tærustu mynd. Skilja fyrir hvað gyðjurnar í okkur standa, endurheimta skilningin, það sko vísindaöld. Gyðjan Frigg hefur rætur í leðju, vex upp gegnum vatnið upp í sólarljósið, ekkert loðir við blöð hennar, ekkert fær flekkað hana, hún sáka alsjáandi, sarfadar sín, hún vitni alls sem Nýsi niður, nemið upp fimbulrúnir til þess að verða sjáandi á að við erum ginnungagap. TM-tæknin auðveldust og skilvirkust, áreynslulaus náttúrleg tækni, Transcendental Meditation, meir en 700 vísindaransóknir. Til þess að öðla skilninga á hvers vegna við erum að fæðast og lifa, til hvers við erum að fæðast og lifa, skilja ægið fegur þekkingar forfeðrana.
Og Guðrún Dimmblá segir, kennari minn Maharishi, indverskur eðlisfræðingur, uppljómaður maður, bendir okkur á þekkinguna og skilningin og gefur okkur tæknina til að nýsa niður. Þökk Maharishi, kennari minn. Dísir færa gnægð og gnótt, þær, eskimeyjar sínar, sendir okkur gyðjan mikla. Ef við kunnum að þykja góðar gjafir hennar. Við sjáum þegar við verðum sjáka, al sjáandi, sarvadar sín. Pappa knéi klárinn minn, kistill mömmu pákur þinn. Gyðjan friður og kærleikur, hún í öllum mönnum. Hún í sínum tæra mikileik má aldrei aftur gleymast. Vitundarvísindi forfeðra okkar. Frigg hinn alsjáandi, elskuð, dáð, virt, allra gyðja mest.